Hér, góðu gestir, við erum velkomin hérna í Ráðhúsið. Það er fundur númer 325 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Hann er hér með settur. Þetta er taka 2 af því að áður og klikkaði hljóðið. Það er búið að setja hennar fund tvisvar, en það er allt í leið. Fundin sitja Gauti Árnason og Hjördís Edda Olgeirsdóttir og Tinna Rut Sigurðardóttir, Eyrún Fríða Árnadóttir, Elías Tjörvi Halldórsson, Ásgerður Kristín Gylfadóttir og Gunnar Ásgeirsson ásamt honum Sigurjóni Andréssyni, Jónu Benný Kristjánsdóttir, Arndísi Láru og honum Tjörva sem sendir hér út. Við erum þetta er fyrsti fundur eftir sumarfrí, þannig að þetta er eins og með leikskólabörnin og annað, við erum öll að detta inn í rútínun okkar aftur. Hér á dagskránni eru 7 mál og ég ætla að fá að óska eftir því að við bætum því 8. við, sem er að við skipum hér fjallskilanefnd Sveitarfélagsins fyrir árið 2024. Það byrja ykkur að gefa mér merki ef því þessu samþykk að þessu liði verði bætt inn á dagskrána, minnst gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskrá er fundur bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1134 og á honum voru þó nokkur mál, ýmis mál sem náttúrulega bæjarráð á sumrin hefur ígildi bæjarstjórnar, þannig að það er ýmis konar skipulagsmál sem að fara þar í gegn. En orðið er laust, það er engar fundargerðir undir þessum fundi, en ekki orðið laust fyrir fund bæjarráðs 1134. Minnst gefa merki þessum ætla. Taka til máls. Orðið er laust. Það gefur engin merki, þannig að þá ætla ég bara að bera þessa fundargerð upp til atkvæða þessum henni samþykki, minnst gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í annan lið á dagskránni sem er fundur bæjarráðs nr. 1135 og undir honum eru nokkrar fundargerðir. Það er meðal annars fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar nr. 65, fundargerð Hafnarstjórn Hornafjarðar nr. 266, fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 82 og fræðslu- og frístundanefnd nr. 114 ásamt öðrum málum og ég gef hér orðið laust þessa fundargerð. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það sem ég langar til þess að taka til máls hér eru kannski ansi mörg mála því þetta er mikið af þessu skipulagsmál og ekki þá efnislega hvert og eitt mál, heldur langar mig til þess að óska eftir því við sveitarfélagið að það verði settur hnappur inn á skipulagsgáttina á heimasíðu sveitarfélagsins og kynnt fyrir íbúum hvernig hún virkar. Þar sem að nú eru öll mál í rauninni auglýst í gegnum skipulagsgáttina að þá íbúar geti gerst áskrifendur af málum sem snerta sitt nærumhverfi eða einhverjum ákveðnum málaflokk sem það hefur áhuga fyrir. Því að þetta er svo mikilvægt að fólk fylgist með og að það hafi skoðun og líka bara viti hvar málin stödd. En nú eins og í sumar þar sem umhverfis- og skipulagsnefnd og bæjarstjórn hafa verið í fríi, þá eru bara í öllum bæjarráðsfundargerðum bara mikið af skipulagsmálum, mikið af stórum málum sem verið að vinna með og sem íbúar geta þá fengið bara tilkynningu í tölvupóstinn sinn þegar að eitthvað að gerast í málum eða þegar að koma til þess að lesa athugasemdir eða setja inn. Þannig ég held að það væri mjög gott að fræða íbúa þetta þannig að hún nýtist okkur sem allra best. Því oft er fólk svo steinhissa á því að
fjórar nefndir þar áður þær fóru í formlegt sumarfrí væntanlega. Man ekki hvort að umhverfis- og skipulagsnefnd fundaði eitthvað eftir þetta, held ekki reyndar. Enginn sem byggði sér hljóðs, þannig þá ætla ég að biðja ykkur að gefa mig merki ef þið samþykkið þessa fundargerð. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Takk fyrir. Þá fyrir við þriðja mál á dagskránni, það fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1136. Þar undir eru þó nokkuð mál, stór og smá. Þetta var langur fundur, 27 mál, þannig að það eitthvað sem menn vilja ræða um. Þetta fundargerð númer 1136, orðið laust, gjörðu þessu vel. Ásgerður, gjörðu þessu vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það ýmislegt hér sem rætt og í hér mál 23, þar mál sem heitir kjarasamningar sveitarfélagsins við starfsgreinafélagið Afl, þetta sem reynda stéttarfélagið Afl, það sé ekki starfsgreinafélag, kannski bara skoða það. En þarna lögð fram tillaga til samninga, lögð fram tillaga sveitarfélagsins að leysa ákveðna klemmur sem hafa komið upp í samningamálum, kjarasamningum. Og síðast ég vissi þarna á þessum tíma sem að þetta í júlí, það ekki rétt hjá mér hérna dagsetningin hér. Þetta 16. júlí. Mig langar til þess að spyrja bæjarstjóra hvort að þetta mál, hvort það hefði komið ykkur viðbrögð frá Afli stéttarfélagi og þá hvernig staðan ef svo Þannig að því að það hefur ekki, allavega var ekki að sést á bæjarráðsfundum eftir þetta komin eitt fram málið. Takk fyrir, Ásgerður. Sigurjón, þú hefur mikið til þín spurningu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir fyrirspurnina. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Síðast í gær þá leitaði ég til sambandsins sem með kjarasamningsumboð sveitarfélagsins vegna þessa og óskaði eftir upplýsingum hvort að það hefðu komið viðbrögð frá Afli við þessu útspili sem fór frá okkur. En það ekki komið neitt meira en það sem var viðbrögð sem komu hérna í byrjun júlí, 9. júlí, að þá urðu sem sagt formaður samninganefndar sveitarfélaga og fulltrúi Afls ásáttur að fá send drögin sem að við komum með sem svona útspil til þess að liðka fyrir samningum og Afl ætlaði að senda tilbaka sínar áherslur en hefur því miður ekki ennþá gert það en ég þykist nú vera viss að það hlýtur að vera handa við hornið og vonandi getum við tekið eitthvað fyrir í bæjarráði í næstu viku. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Það ekki að kenna bara sumarfríum þetta eins og allt annað. Nei, Jesus. Herðu, fleiri sem vil taka til máls undir þessum fundi. Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins. Mig langar að taka til máls undir 27. lið varðandi Miklagarð. Langar bara svona aðeins að spyrja þessar pælingar sem hafa verið í gangi með húsið og starfsemina í húsinu og hvort það væru komnar einhverjar áætlanir hjá okkur með hvað á að gera við húsið. Takk fyrir Gunnar. Sigurjón, ég held að þú setur kannski manna bestu til þess að geta svarað þessu. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það mál ekki, þetta mál var enda til umræðu í bæjarráði þegar ég var í frí hérna í lok júní. En það hefur ekki verið tekin nein ákvörðun. Það hefur verið, og við höfum lýst yfir áhuga að skoða það,
með sölu á húsinu og það voru komin viðbrögð við hvaða kvaðir fylgja því og það er alveg ljóst að húsið er gamalt og er undir ákveðinni vernd en það hefur ekki verið tekið nein ákvörðun framhald þar og þar verður bæjarráð að sjálfsögðu lykilaðili í slíkum ákvörðunum og slíkri skoðun. Þannig að það hefur ekkert nýtt gerst hvað varðar Miklagarð. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls til þessari fundargerð? Byrja þessa fundargerð upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki vinslast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við í fundargerð nr. 1137. Það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1137 og þar eru ýmis mál, engar nefndir, enda þær í sumarfríi. 19 mál á dagskránni þar. Og orðið er laust, gjörið þið svo vel, 1137 Tinna, gjörið svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitafélagsins. Ég vil taka til máls undir 15. lið bæjarráðs 1137, en það er samgönguhátíðin. Í júlí eru liðin 50 ár frá vígslu brúar yfir Skeiðará og þar með opnun hringvegarins. Þetta var mjög mikið afrek og samgöngubót þegar að Skeiðarábrúin var brúuð, Skeiðaráin var brúuð. En samgönguhátíðin verður haldin þann 30. ágúst undir Skeiðarábrúnni við vestur enda hennar og við bara vonum að veðrið verði með okkur í liði þennan dag. Hátíðin verður haldin í samstarfi við Vegagerðina og deilist kostnaðurinn við hátíðina milli sveitafélagsins og Vegagerðarinnar og dagskrá hátíðarinnar verður nánar auglýst síðar en ég vil bara hvetja öll til þess að fylgjast með þessu og mæta á samgönguhátíðina þann 30. ágúst. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna. Fleiri sem vilja taka til máls? Ætli þetta ekki verið eitt af fyrstu giggum hjá Kallakornum Jökli hérna á sín tíma. Það var söngur undir vígslu brúarinnar, ég get trúið því. Ekki alveg með þetta nákvæmlega hreinu en kórinn var allavega rétt eins árs á þessum tíma. Fleiri sem vilja taka til máls? Þetta var sturlu staðreynd. Dagsins. Herðu, þetta er fundargerð 1137. Orðið er laust. Það kveður svo engin frekar hljóðs, þannig að ég gef bið ykkur að gefa mér atkvæði þessa fundargerð, þess að við erum samþykkið, það gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við í fundargerð nr. 1138. Það er nýjasti fundur bæjarráðs. Þá erum við komin 13. ágúst og það er sama, þar er engar nefndir, heldur bara fullt af málum, 21 mál og orðið er laust, gjörið svo vel og Eyrún hefur kveðið sér hljóðs. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk. Mig langaði að taka til máls undir máli 3 á þessum fundi sem eru reglur úthlutun lóða. Bæjarráð ásamt starfsfólki hefur nú unnið lengi að því að uppfæra þessar reglur og nú liggja fyrir nýjar uppfæra reglur sem verða brátt auglýstar á heimasíðu sveitafélagsins. Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á reglunum með það að markmiði að auka gagnsæi og jafnræði á meðal aðila. Meðal breytinga er ákveðið að allar lóðir skuli vera auglýstar í ákveðið langan lágmarkstíma áður en þeim er úthlutað til að jafna tækifæri aðila til þess að sækja þær. Gerð er einnig sú breyting að gera þarf grein fyrir tímaáætlun framkvæmda strax í umsóknarferlinu svo það sé ljóst öllum frá upphafi bæði lóðarhafa og starfsfólki og öðrum hér. Að lokum vil ég nefna þá breytingu að nú er búið að samræma alla þá fresti sem veittir eru til framkvæmda og hámarkslengd fresta orðin skýr.
Með því gætt að því að allir lóðarhafar sitji við sama borð hvað varðar tímaáætlanir og að frestir séu ávallt veittir eftir ákveðnum skilyrðum. Það er okkar von að þessi reglur verði öllum til hagsbóta, einfaldi ferlið fyrir alla og geri það gagnsærra. Takk. Er hún fleiri sem vil? Hún Tinna gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólks sveitafélagsins. Mig langar að tala 5. lið. Það er beint frá bílidagurinn. En mig langar til þess að vekja athygli á fjölskyldudeginum og matarmarkaðinum sem verður haldinn á Háhól geitabúi í boði beint frá bíli í samstarfi við sveitafélagið Hornafjörð næsta sunnudag þann 18. ágúst frá klukkan 1 til 4. En þarna verða heimavinnsluaðilar og smáframleiðendur úr landslutanum sem koma og kynna og selja vörurnar sínar. Þannig verður matamarkaður og handverk, kvenfélagið Vaka verður með kökubasar, þannig verða geitur og grísir og hænur og auðvitað hoppukastalegu og trampólín. Það eru nánari upplýsingar á Facebook-viðburði undir nafninu Fjölskylduviðburður og matarmarkaður á Háhóli geitabúi á Hornafirði í boði beint frá bíli. Mjög langt nafn, en þið finnið þetta á Facebook. Og ég vil hvetja öll til þess að kynna sér þetta og mæta á hennan skemmtilega viðburð. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna og ég ætla að skora á þig að því ég veit að þú verður hérna þá ætla að skora á þig að fara í hoppukastalann og þú veist að vera með húfuna sem varst með í gær eða að verslaðir tré. Ásgerður gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar til þess að ræða hér mál myndast af því hvað þetta eru lífandi reglur, svo má segja, sko, þetta er alltaf að vera uppfæra út frá því sem að svona veruleikinn leggur okkur á borð og nú er búið að vera þannig að það er búið að vera framlengja mikið og það eru þetta ýmsum ástæðum sem að þarf að framlengja lóðarúthlutanir hjá fólki. En það er bara mjög gott að það sé verið að skoða rammann og hann gerður einfaldari og það sé svona gagnsæi í þessu öllu saman og samræmi á milli aðila. En þarna er eitt af því sem við þurfum að kynna mjög vel því að það er oft erfitt að leita að reglum og stundum detta ekki gamla reglur út og annað slíkt, sko, þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að passa okkur á. Og það sem er annað líka nýnæmi er það að það er ákveðnar dagsettir lagðar á ef að það er ekki staðið við til dæmis loka frágang íbúðarhús. Þannig að þetta er líka ákveðið atriði sem að sveitarfélagið þarf að huga að og það var mikil umræða. Þetta er svo kom fram hjá Eyrúnu þá er þetta búið að vera í vinnslu þá nokkurn tíma og svona mikla pælingar og umræða það hvort að það ætti að setja inn þessar dagsettir til dæmis. Þær eru mjög lágar en eiga að vera svona ákveðin pressa á lóðarhafa, á húsbyggjendur að klára og ganga frá sínu húsnæði því að auðvitað viljum við að það sé gerð lokaúttekt á húsum innan þess ramma sem er settur og að sveitarfélagið fara að fá fasteignagjöld eins og vera ber fyrir húsin því að þetta eru takmörku gæði sem er verið að útdeila þarna á þessum tíma. En auðvitað getur alltaf eitthvað komið upp á og þá eru skýrt í reglunum með að fella niður ef það er eitthvað sem málefnalegar ástæði fyrir því að ekki hefur verið klárað og annað slíkt. En ég hvet fólk til þess að kynna sér reglurnar sem að örugglega verða hér undir þessu máli. Og þarna er líka við höfum núna undanfari verið með lóðaúthlutanir sem eru búin að vera í mörg ár og ekki farið að byggja og fólk auðvitað velti fyrir sér hvað reglurnar séu og af hverju verið að gefa fresti aftur og annað slíkt og þarna á oft skipulagsbreytingar að ræða og annað slíkt og sem hefur áhrif á aðra lóðarhafa og annað en þarna þurfum við, það er sveitarfélagið að setja niður
setja niður fótinn eins og komast á orði og stoppa á einhverjum tíma eða þá að hafa þessa pressu semst á lóðarhafanum. Annað sem ég langar til þess að tala um er hér liður 4 vegur á milli Nesja og Hafnar, hringtorg, og það er hlusta á þá og þannig að tíminn hefði verið fyrir sér, þetta væri ekki verið að gera þetta í flýti þegar að framkvæmd er hafin. En það er búið að vera mikið samtal og kannski eins og fólk hefur séð að þetta hefur verið á næstum öllum bæjarráðsfundum í sumar og bæjarstjóri verið í miklu samtali við Vegagerð, landeigendur og aðra aðila að þessu. En ég bara vona að það náist niðurstaða í þetta mál sem er hugnast öllum, bæði landeigendum og sveitarfélaginu og þetta bara vegfarendum, því að þetta er auðvitað gert til þess að auka umferðaröryggi og okkar allra hér og kannski einhverjum mun eftir ræðinina Tinnu hér frá því fyrra á árinu þar sem hún fór mikið þessi 2 gatnamót sem að hringtorg myndi leysa af og auka öryggi. Þannig að ég bara krossa fingur og vona að við séum öll saman í liði með það að auka umferðaröryggi og því að vegurinn er kominn og hann er að verða kominn, þannig það er verið að fullu verið að gera hann og hann mun, þó við séum ekki öll sammála um hann, þá mun hann auka lífsgæði og öryggi fólks og því miður hafa önnur áhrif sem hafa líka komið fram á aðra en umferðaröryggi er eitthvað sem við ættum öll að taka til okkar að vinna að. Fyrir Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Ég held að geta verið alveg fullt það eins og Ásgerður hérna áðan að við hér inni allavega við erum öll í takt með það að áframhald þessa veg og hringtorgs og aukið öryggi. Og ég veit að þetta er allt rétt sem hún Ásgerður sagði að mikil vinna hefur verið farið fram hér innan hús og vegum bæjarstjóra og fundamikið hér höfuðborginni. Orðið er laust, þetta er fundur 11:38. Það er enginn sem kveður sig frekar hljóðs, þannig að þá ætlum ég að bera hana upp til atkvæða. Þeir sem eru honum samþykkir vísast gefa merki. Hann er samþykktur með 7 atkvæðum. Þá förum við í 7. lið þessa fundar og þar er lagt fram til kynningar fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 324. Við erum öll búin að samþykkja hana, þannig við þurfum ekkert að samþykkja það aftur. Þá fyrir við í 7. lið, það er kosningar í nefndir. Framsóknarflokkurinn, nú man ég ekki, nú þarf ég að fá, og það er Framsókn og stuðningsmenn þeirra. Já, þeir hafa, það er nafnið á hópnum, óskar eftir breytingu á varamanni í bæjarráð. En forseti leggur hér til að bæjarstjórn samþykki að Björgvin Óskar Sigurðarson taki sæti Gunnars Ásgeirssonar sem varamaður í bæjarráði. Þeir sem eru þessu samþykki virðast gefa merki. Þessi er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 8. lið. Og það er fjallskilanefnd Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2024. Fjallskilastjórn er starfandi innan Sveitarfélagsins og sitja í henni 5 manns, einn úr hverjum hinna gömlu hreppa. Samkvæmt gildandi fjallskila samþykkt Sveitarfélagsins Hornafjarðar skulu þeir hinir sömu vera fjallskilastjórar í sínum hreppi. Hlutverk fjallskilastjóra er að sjá að stjórn fjallskila innan síns umdæmis. Já, og lagt er til að eftirfarandi aðilar skipi fjallskilanefnd. Í Öræfum Gunnar Sigurjónsson í Litlahofi, í Suðursveit Björn Borgþór Þorbergsson í Gerði, á Mýrum Elvar Þór Sigurjónsson í Nýbugörðum, Nes og áður Hafnarhreppur Bjarni Sigurjónsson, Lón Áslaug Eiríksdóttir í Vík. Þessum er þessi samþykki virðast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum.
Fleira er ekki á dagskrá þessa ágæta fundar. Þannig nú fer ég bara bráðum að hleypa ykkur hérna út í sólina. Njótum hennar meðan hún er. Fundið slitið.